Já, verið velkomin í Hina Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og í dag ætlum við að ræða stöðu einhverfra í skólakerfinu okkar og svona hvernig skólakerfið tekur á móti einhverjum börnum og svona hvort að kerfið okkar sé of kassalaga. Og hjá mér í dag er hún Dóra Hafsteinsdóttir. Hún er einhvers foreldri einhvers stráks og við ætlum svona að fá að kynnast betur bara hvernig staðan er og ég ætlaði að fá að spyrja hana út í bara stöðuna og ég er strax búin að læra mikið af henni Dóru og hún var einmitt að segja mér að það var ekki viðeigandi að segja sko fólk með einhverfu eða einhvert svona fólk, þannig að kannski Dóra, ef ég spyr þig að útskýra aðeins fyrir mér, því ég held ég var að gera alveg rétta hlutin með því að segja mitt sko fólk með einhverfu og svona vildi vera að nálgast þetta rétt en þú útskýrir þetta vel fyrir mér. Já, sko mál er að við erum einhverf. Allt sem að við gerum, sjáum, heyrum, segjum, allur heilin okkur er bara tengdur á einhverjan hátt. Þannig að þetta er ekkert sem að við erum með. Þetta er algjörlega, ef þú tekur einhverjum í burtu þá erum við ekki lengur við. Þannig að við teljum okkur einhverf, ekki með einhverfu. Þetta orðatak að segja að við séum með einhverfu er svona komið út frá því að einhverfu sé galli sem þarf að laga og það er verið að fjarlægja okkur frá einhverfunni. Þetta er svolítið ableist eða fötlunarfordómar og þetta hefur verið svona kennt í skólum að það sé verið að virða einstaklinginn frekar en einhverfuna og við megum ekki láta einhverfuna skilgreina okkur. En málið er að það er ekkert að því að vera einhverfur. Við erum ekkert gölluð óeinhverf, við erum bara fullkomin einhverf og ekkert svona til að skamma sín fyrir og einhverjar vilja skilgreinir okkar tilveru alla. Þannig að við erum einhverf, við getum ekki skilið einhverjum okkar eftir í strætó eða gleymt henni eða þjálfað henni í burtu. Þannig að þetta er svona eins og segja þegar að við tölum með fötlun að fólk sé með fötlun. Fólk er ekki með fötlun, fólk er fatlað. Og eins og við erum fötluð af umhverfinu sem er gert fyrir þá sem er ekki einhverjir. Þannig að lífið okkar væri miklu auðveldara ef að það væri tekið tillit til okkar þarfa, sem eru reyndar ekki sérþarfir heldur bara svona þarfir, það hafa allir þarfir. Og þannig að við erum fötluð af umhverfinu, við erum ekki með fötlun. Þetta er svona, þetta er kallað social model af fötlun. Á móti svona medical model eða svoleiðis. Þannig að þetta er ekkert sem þarf að laga, við erum bara fötluð. Já, takk fyrir þetta. Já. Þannig að samfélagið þarf að taka tillit til ólíkra þarfa, bara fjölbreytt fólk sem býr í samfélaginu. Alveg eins og þeir sem sjá illa eru með gleraugu, þeir sem eru í hjólastól þurfa annan aðgang heldur en tröppur. Skilur, þetta er svona, fötlunin kemur frá umhverfinu, það er mjög mikið óöryggi, það er mikil hávaði, það er ekki bara tekið tillit til annarar skynjunar okkar. Og það virðist vera svona, allavega í svona kapítalísku hagkerfi þá er hraðinn svo mikill og svona, það er svona allt of mikil læti, skilur, mikil hraði og mikil læti. Og svona einhvern veginn, eiga allir að vera fastir í sama bóksinu sem að við pössum enga veginn í. Svona mikil áhersla á kannski samkeppni og einhvern veginn komast áfram og það sé svona eina viðmiðið sem einhvern veginn gildir. Já, vera bestur, ríkastur og eiga flottustu hlutina og það er svona ekki einhvern veginn það sem að hendar okkur. Við byrjum bara á leikskólastiginu. Nú veit ég að bara upplifum fólk svona örugglega misjöfn, en ef þú værir tilbúin að segja okkur bara leikskólastigið, grunnskólastigið, bara svona þín reynsla af því að vera foreldri og svona hvernig, bara af samfélaginu líka, ef þú ert tilbúin að deila með okkur svona þinni upplifun af því. Sko í byrjun þá er það talið eðlilegt að ef að foreldri eignast einhvert barn þá eigi að sýna samúð og þetta sé eitthvað slæmt, sem er alveg fáránlegt af því að það sem ég geri ef ég heyri að fær einhverju greiningu þá segi ég til hamingju af því að það er ekkert að því að vera einhverjur. Og það er alls ekki slæmt að vera einhverfur. Og það er svona þegar að foreldri sem að
veit ekki mikið einhverju, eignast einhvert barn, þá fer af stað svona, allavega fór af stað hjá mér, svona kerfi fór í ganga að setja greiningu og það gekk allt út á að það voru sálfræðingar sem að skoðuðu barnið og sögðu mér að þetta var ekki eðlilegt og hitt var ekki eðlilegt og þetta þyrfti að laga og greiningin fór þannig fram að það var svona áreiti og svo að skoða hvernig barnið brást við áreitinu og sum börn eru fljótari til dæmis að það kallaða maska, þá nærðu svona að fela, því þú vilt vera eins og hinir og sér það hvernig hinir hegða sér, þá byrjar að hegða þér eins, sem er eiginlega mjög algengt, þetta líka hjá þeim sem er ekki einhverjir. Og ef að þú hegða þig þannig í greiningu, þá er erfiðar að fá greiningu, af því að greiningin gengur út á að mæla tráma. Og tráma er, ef að einhverjum líður illa, þá koma í ljós einkenni sem að fólk tilheyrir að sé einhverjan, sem er raunverulega ekki. Þetta er bara okkur líður illa og við sýnum það, við reynum að til dæmis stimma, við reynum að fá ró í líkamann, en fólk lítur á það, já þessi er mikið einhverfur, en það sýnir bara það að manneskjunni líður illa. Og þjálfunin til dæmis í leikskóla fór fram, hvað heitir atferlisþjálfun, fór fram á það að kenna barninu rétta hegðun. Og rétt hegðun er svona að falla inn í fjöldan hjá þeim sem eru ekki einhverjir og það bara passar ekki hjá okkur og veldur tráma, það veldur mikilli vanlíðan hjá barninu og það er bara sagt að það sé eðlilegt af því að barnið sé bara að læra og ef að barn til dæmis gefst upp þá er það bara spegluð hegðunin, það fær ekki gefast upp, það fær ekki segja nei, sem er reyndar mjög slæmt, þú kennir barnið að það megi ekki segja nei, það getur leitt til alls konar ljótra hluta og þegar þetta gengur vel að kenna barninu að bæla niður eðlilegar hugsanir og upplifanir, þá er það talið gott og þjálfurum hrósað og foreldrum talið trú að ef að barn lærir eitthvað á þennan hátt, þá sé það út af þjálfuninni, ekki það bara að barnið geti lært. Svo þegar er komið í grunnskóla, þá náttúrulega er grunnskólinn á að vera án aðgreiningar, en kerfið er ekki með peninga eða þekkingu fyrir það. Þannig að það eru ráðnir til dæmis ungir stuðningsfulltrúar sem að fá ekki þekkingu eða fræðslu og barnið sett í aðstæðu sem það ræður ekki við. Og það er náttúrulega, hegðun er tjáninga á líðan, og þannig að barnið gefst upp og sýnir hegðun sem er ekki viðurkennd í skólakerfinu og það er náttúrulega bara stuðningsfulltrúar eru á lægstu laununum og ekki með fræðslu og þeir bara brenna út og þá kemur annað stuðningsfulltrúi og þetta endar oft með því að barnið verður bara einhvers staðar einangrað. Það kemst ekki inn í hópinn, það er ekki umhverfi sem er lagað af því, það er ekki reynt að koma í veg fyrir hegðun, það er ekki reynt að leita ástæðum, heldur bara svona, það er alltaf bara svona svörun, ef að barn gefst upp þá er það tekið út aðstæðum eða það er hringt heim og svo einhverju fundir en það er raunverulega ekki hlustað á ástæðunar. Og ég sem einhvert foreldri var í 7 ár að berjast við grunnskóla að reyna að útskýra hvers vegna hlutirnir færu svona og það gekk svona kannski vel, ég fór á fund og það gekk vel í hálfa mánuð. Svo náttúrulega þá ákvað skólinn jú, nú gengur svo vel, nú ætlum við að taka stuðningin í burtu og þá fór allt í sama farið aftur. Og þá þurfti ég að biðja annað fund og þetta gekk svona upp og niður og barnið mitt er með tráma eftir þá skólagöngu. Svo á síðasta árinu í 7. bekk þá var ákveðið að hafa fund með einhverjum utanaðkomandi sem var ekki einhverfur til þess að útskýra hvað ætti að gera. Og svo eftir þann fundið mitt þá spurði ég hvort að þau höfðu lært eitthvað nýtt og fekk bara að heyra það að það var nú stundu gott að heyra sömu hlutina aftur, þannig að þau lærði ekki neitt nýtt. En það var ekki hægt að hlusta á mig að því ég er einhver og er ekki þá menntuð í þörfum einhverra, eins og þeir sem eru ekki einhverjir eru búin að gangi gegnum háskóla og læra hvernig einhverjir eru. Þannig að þetta er svona fáránleg barátta og gagnast engum og börn get ekki lært til dæmis að þeim líður illa. Þetta virðist vera rosalega erfitt fyrir skólann að fatta. Þannig að ég var alltaf að berjast um það að leið og andlega líðanin yrði góð, þá myndi barnið geta lært. En þá var alltaf bara bætt í einhverja sérkennslu en ekkert spáði í svona andlegu líðanina sem að einhvern veginn meika bara ekkert sens. Já.
Og þú varst þarna að benda á einmitt hvað þyrfti að eiga sér stað og það var ekki tekið mark á því eða þú veist, það þyrfti að fá svona annað álit til að staðfesta í rauninni. Það sem þú varst að segja. Þetta var svona, og líka af því að við sem einhverf, við getum alveg haft okkar góðu daga og okkar vondu daga. En það var alltaf bara þannig að, já, nei, einhverjir eiga bara alltaf að geta gert, ef þú getur gengið í röð í daginn, þá áttu bara alltaf að geta gengið í röð. En það bara virkar ekki þannig, stundum áreitið það mikið að við þurfum að fá svona frí frá áreiti. En það einhvern veginn skildist ekki og eins og okkar líðan þannig að við filterum ekkert út. Við heyrum alltaf öll hljóð, það ekkert eins og klukkan í eldur svona hætti allt í einu að heyrast. Þannig að þetta svona byggist allt upp eins og ég lýsti þessum daginn að þetta svona eins og kókflaska, þú hristir hana og það kemur meiri og meiri þrýstingur og endanum þá bara springur hún. En þá allir búið að hissa ef því að kókflaskan hafi sprungið. En skilja ekkert að þetta eitthvað sem að byggjast upp endalaust og ætti frekar auðvitað að vera hægt að koma yfir fyrir. Með meiri þekkingu. Svo líka alltaf að koma út núna bara fyrir stuttu síðan kom frá ráðgjaf- og greiningarstöðinni að það veri komin svo mikið ný þekking á einhverfu að þeir getur farið að endurskoða eitthvað hjá sér. En þetta ekkert ný þekking. Þessi þekking hefur verið hjá einhverfum alltaf. Það bara ekkert hlustað á okkur. Þetta voða sárt, sko. Svona eins og að berja höfðinu við steininu og bara, já, nei, vatn blautt. Þannig það alveg vitað hvað þarf að gera. Þú veist, það myndi hjálpa að það væri þá stuðningur inn í skólanum, að það myndi þá hjálpa. Það myndi hjálpa, já. En stuðningur, það þarf svo mikið að endurskoða þessa, þú veist, það er talað um skóla án aðgreiningar, en samt einhvern veginn eru allir að gera það sama á sama hátt, en sem að virkar bara ekki. Og við sem einhver þurfum oft að fá betri útskýringar á því af hverju við erum að gera hlutina. Það er ekki bara, jú, þú átt að gera þetta af því ég segi það. Það virkar ekki. Lógikinn hjá okkur er þannig að, jú, við gerum hlutina ef að þeir make sense, sko. Og af hverju erum við að gera þetta? Jú, það er ekkert mál að gera það ef að við vitum hvers vegna. En svona, þetta box, jú, þegar allir að sitja saman og gera þetta saman og á sama hátt, en þú veist ekkert hvað er að fara að gerast. Og það er svona óvissan sem er rosalega vond fyrir okkur. Við þurfum einhvern veginn að vita hvað er að fara að gerast og af hverju. Og þú veist, eins og til dæmis, bara ef að krakki til dæmis er að fara í skóla, þá er rosalega gott ef hann getur fengið þá bara að vita, jú, svona er dagskráin og svona lítur þetta út og þú getur talað við þennan ef þú vantar þessa aðstoð og svona kannski mögulega að fá þá innsýn frá mannesku sem er einhver til dæmis eða ADHD. Eitthvað sem að veit hvað þetta er, ekki bara einhver sem að lærði eitthvað í háskólanum sem skrifað af einhverjum manni sem var uppi fyrir löngu síðan og var ekki einhverjar. Þannig að leita til fólksins með reynsluna hvernig sé best að skipuleggja hlutina. Já, en það er nefnilega þetta, en það er náttúrulega líka svolítið slæmt að það eru mörg börn sem að eru til dæmis einhverf sem að hafa ekki fengið, þú veist, greiningu. Svo fólk ofta að tala að það megi ekki vera að setja merkimiða á fólk eða þú veist, það þurfi ekkert að vera alltaf að greina, en greiningin, hún hjálpar okkur að skilja okkur sjálf og ég get alveg lofað öllum því að þó að þú segir ekki barninu þínu að sé einhvert, þá veit það alveg bara strax að það er öðru sinni hinn og það getur skipt rosalega miklu máli að vita af hverju þú ert öðru sinni hinn. Þú ert ekki bara misheppnuð, kannski ekki gert eitthvað að og af hverju getur þú ekki eins og allir hinnir. Það er alveg, þau ekki allir að vera eins og það er ekkert að því að vera öðru sinni hinnir. Það er alveg ástæða fyrir því. En eru þá samtök eða samfélag þar sem að einhver þar sem að þið getur komið svona saman og bara svona að þetta hlýtur að vera bara mjög mikið álag að einhvern veginn eftir daginn að fara í gegnum allt þetta og svona þú veist þar sem þið getur talað saman og bara já. Facebook bjargar ofsalega mörgum okkar en það gera kannski ekki fyrir krakkana en við erum með alveg mjög nána hópa eins og á Facebook þar sem að einhverjir hittast og við tölum mikið saman og getum svona deilt reynslu okkar og þá erum við ekki með fólk sem til dæmis ekki einhvert eða við erum með svona hóp sem heitir Skinsane þar sem að við erum ekki með eins og neurotypical eða fólk sem algjörlega á norminu getur verið að horfa á okkur og já, gaman að ykkur finnst þetta. Það hefur nefnilega verið svolítið eins og í foreldrahópum og svona þá svona eins og maður sé bara í dýragarði og
og það sé hort á okkur og já, þú ert svo dugleg, þú getur gert þetta og svona, við erum ekki, þú veist, við getum ekki fengið útrásin fyrir okkar tilfinningar í þannig umhverfi, skilurðu. Þannig að þetta er svona, deilt reynslu okkar og það er rosa gott. Það er ótrúlega gott sko að vera loksins partur af samfélagi þar sem að þú veist, þú ert einhvern veginn ekki geimvera allt í einu. Það er bara svona já, það eru fleiri sem tengja við. Þannig að já. En ég hef ekki, þú veist, það er svona einhverju kaffi stundum. En ég hef því miður ekki oft komist að ég er alltaf að vinna. En það eru svona hóparnir hérna sem ég veit en við þurfum rosalega oft bara svona hvíld frá áreiti eftir svona dag þar sem við erum að því við lesum ekki óvirkt samskipti og við þurfum allan daginn að vera á tánum að reyna að fylgjast með hvort við erum að gera eitthvað rétt eða vitlaust eða hvort að tilfinningarnar sem við erum að sýna sé eins og það eiga að vera og svona. Þannig að það er mjög gott að geta fengið bara tala saman í gegnum netið og svona þegar maður kemur heim. Ég vildi spyrja það út í áðan þegar þú varst að tala í rauninni ferlið varðandi þegar það var það kom upp hérna spegluð hegðun og stimma. Já, ég viðkenni vanþekkingu mína hér ef þú getur aðeins útskýrt fyrir okkur af því það kannski tengist aðeins þessu normi og svona veit ekki hvort maður allavega þetta með að spegla hegðun. Ég svona trúi því að það tengist kannski aðeins þessari umræðu að vita hvort maður sé að gera eitthvað rétt eða rangt út frá þessum óskráðu reglum samfélagsins hvað sé rétt. Já, sko, ég var að tala speglaða hegðun þá var þegar að barnið mitt var sett í stífa atferlisþjálfun sem kemur út frá því að einhvert fólk sé raunverulega ekki alvöru fólk heldur þurfa að kenna því hegðun og það er kennt með því að til dæmis barnið mitt satt klukkutímanum saman og átti að benda á appelsínu, fekk þá verðlaun og ef það benti ekki á appelsínu þá var hendin tekin og látið benda á appelsínu og þá fekk það verðlaun og sitja og benda á nefið á sér og vera með hendurnar á lærum og þetta var bara margar klukkutíma þjálfun sem heitir ABA, atferlisþjálfun og svo reglulega þá fekk smá breyk og leika sér í smá tíma og kom svo aftur. Þessi þjálfun er mjög skaðleg en það er boðið upp á hana allan heim sem betur fyrir eru einhverjir að reyna að brjótast gegn henni og þessi þjálfun lítur ekki á neinar ástæður fyrir hegðun. Þannig að ef barninu líður illa og fer að gráta þá sýnir þjálfunin eins og hann sé að fara að gráta. Ef barnið lemur þá lemur þjálfarinn. Þetta er það er spegluð hegðun þangað til að barnið gefst upp og þá heldur þjálfunin áfram. En speglaða hegðunin út í samfélaginu eins og ef þú ert einhverjur, þú skilur ekki alveg hvernig hóparnir virka og svona, þá sérðu kannski hvað virkar, þú sérð hver er vinsæl, hvernig er hún klædd, hvernig talar hún. Og þú veist ekki hvernig þú átt að vera. Ég meina hugsaður þú er geimvera og er að fara til annarra plánetu. Þá horfir þú, já þessi gerir svona, ok, ég ætla að gera svona líka. Því þá er þér ekki strítt, þú ert ekki lögð einelti. Og þannig hefur þetta eiginlega virkað. Það er sko, ég meina ég gekk í gegnum eitthvað punk-tímabil, ég gekk í gegnum eitthvað 80s tímabil þar sem ég var svo plötuumslag sko, af því að þannig var fólki sem að, var ekkert átað sko. Þannig að maður bara, já, líta svona út, já, hefði mig svona. En maður veitir raunverulega ekkert sko, fattar ekki raunverulega hver maður sjálfur er fyrir maður fær að vita af hverju maður er einhverjur og svona. Þannig að það tekur stundum rosalega langa tíma eftir einhverju greiningu að maður svona átti sig á hver er ég? Má ég vera ég þarf ekki að vera eins og allir hinir. Sem er ótrúlega frelsandi en getur stundum verið svolítið flókið. Þannig að, já, hvað var hinn? Já, stimma. Já, stimma er svona róandi hegðun, þannig að til dæmis ef ég er í miklu áreiti þá er stundum eins og til dæmis þeir sem eru ekki einhverjir, þeir gera þetta líka. Ég meina þú séð fólk sem er penna og það er bara klikk, 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 klikk eða svona hreyfa fótinn, þetta er stimm. En einhverjir gera þetta mikið til þess að reyna að bara þola áreiti eins og stereotypan af einhverjum til dæmis að flappa, gera svona. Þannig að það er stimm, eins og ég til dæmis bý til vinabönd, sumir hlusta á tónlist, fara með svona eins og dialog í hausnum á sér, þetta er ekólia og þetta er allt svona stimm. Eða þú horfir á kannski liti, fiktar í hári, þetta er svona einhver aðferð sem við notum til þess að róa heilan
sumir róa sig svona fram og tilbaka bara til þess að þola áreitið. Og við til dæmis, við sem einhverf höfum rosalega einhvern veginn lítið stjórna á kaosun í kringum okkur og stundum verður maður einhvern veginn að hafa pínulitla stjórna í lífi eins og krakkar þeir raða stundum upp og í litum það oft talað það að það að stoppa börn í þessu að þetta sé svo einhver hegðun og einhver börn, leiki sér ekki rétt, þessu að snúa hjólum og bílum og svona. Þetta bara svona stimm eða okkar hegð, leið til þess að hafa pínulitla stjórn umhverfinu í kringum okkur sem má alls ekki taka frá okkur. Já. Það sem ég tek svona út úr þessu hvað einmitt samfélagið að reyna að tróða okkur í svona kassa og í rauninni undirbúa okkur bara fyrir skólar náttúrulega að undirbúa okkur fyrir bara svona samfélagslega þáttöku og svona taka þátt í samfélaginu og svona en ekki að vera einhver svona, litlar vinnuvélar sem tilbúin á vinnumarkaðinn. Mér finnst nefnilega svo skrítið það alveg, áður nú byrjar í skóla, þá eru börn alveg hvött til þess að sýna svona kreatív hegðun og allt það og gera alls konar. Svo byrjar í skóla og þá átt ekki að líta út fyrir og þú átt að gera þetta og þú átt að fara til forskrift alveg þannig að þú kemur upp í háskóla. Þá átt allt í einu aftur að fara að gera eitthvað rosa kreatíft eftir að það búið að þú neglaði niður í eitthvað og fara eftir einhverju forskrift. Þetta svo skrítið, mér finnst einhvern veginn að skólakerfið ætti frekar að ganga út og það að skila einstakling út í kerfið sem að, metur sjálfan sig og þykir vænt sjálfan sig og veit hvar styrkleikarnir liggja og veikleikarnir heldur en bara eitthvað svona, eitthvað færiböndavinna á einhverjum McDonald's hamborgara, ég skilur þið. Þetta svona, mér finnst þetta allt rosalega furðulegt en þegar maður gangi í gegnum þetta skólakerfi þá náttúrulega fattar maður það ekkert. Já. En ef við horfum á framtíðina, þetta risastór spurning, en myndirðu segja að skólakerfið að við séum á betri stað núna með við fyrir 20 árum og að við munum þá vera á betri stað eftir 20 ár? Þetta eitthvað svona sem gerist með tímanum eða þurfum við að berjast fyrir því að fá bara skólasamfélag sem fyrir okkur öll, mun þetta bara svona gera sjálfkrafa, þurfa að berjast fyrir því? Gerist ekkert sjálfkrafa, þú verður aldrei réttindi með því að vera kurteis út í horni og bíða. Og ég meina, konur væru ekki með kosningarétt ef það hefur bara setið og brosað. Þannig að það náttúrulega bara, það ekki séns að það gerist neitt. Það virðist vera þannig að þeir sem að stjórna eru bara, já, nei, það með engin annar stjórna því að við erum þá að missa eitthvað. En það bara ekki þannig. Mér finnst bara að, já, það þarf náttúrulega rosalega mikla hugarfarsbreytingu. Hún náttúrulega kannski aðeins að gerast. Hlutin eru kannski aðeins skárri heldur en þegar ég var lítil og mér var lýst sem tröllabarni því að ég var svo óalandi og óferjandi. En við erum kannski komin aðeins yfir það en við erum rosalega langt eftir. Og mér finnst einhvern veginn, já, svolítið slæmt það fólk svo fast í því að fötlun sé slæm og svo náttúrulega eru fólk sem á peninga og hefur völd og getur til dæmis stofnað samtök sem að geta safnað fullt af peningum og hafa svona tengsl og eru kannski betri í þessum óvirtu samskiptum og félagslegu samskiptum heldur en við einhverju sem við kannski erfiðara með að áta okkur og þetta fólk hefur of mikil til dæmis, hefur of mikil völd og getur dreift of mikil skaðlegri til dæmis þekkingu á móti því sem að einhverju gera og á meðan þegar hlutinir eru þannig þá þetta frekar erfitt. Þú veist, ég myndi að spyrja mig á hann eins og bláan apríl sem ég man ekki hvað 8 ár eða eitthvað sem ég byrjaði að berjast gegn bláum apríl og hef alveg marga kílómetra af haturspósti frá foreldrum sem að segja að börnin sín elski bláan lit og ég sé að eyðileggja eitthvað. En blái liturinn í apríl kemur frá samtökum í Bandaríkjunum sem heita Autism Speaks og blái liturinn kemur upprunalega frá því að það var talið að einhverjir gætu ekki verið annað en strákar. Það eru bara strákar sem eru, einhverjir og þetta byrjaði þannig að það var svona, eða í byrjun þá var svona púsl að því að það talaði að sé eitthvað svona vant eitthvað í okkur, þessi þetta púsl sem missing og þá var svona grátandi strákur mynd á púslinu af því þetta hræðilegt þá vantar eitthvað í okkur og það að laga það. En
þetta einhvern veginn hefur bara fest og það einn stærstu samtökin í Bandaríkjunum heita Autism Speaks og þau hafa unnið að því að eyða einhverfu og þau, græða ótrúlega mikla peninga en það var einn einhverfur í stjórnar en hann hætti. En þetta eru svona samtök sem eru bara að vinna, þau eru með tengsl við stofnun sem beitir raflosti til þess að lækna einhverfu og það var komið alls konar hræðilegar sögur út frá því og þannig að þessi samtök eru mjög fjársterk og fólk sem hefur mótmælt, þeir voru alltaf með svona Walk for Autism og fólk sem mótmælti þar var bara handtekið og þessi litur því miður fór svona dreifði sér allan heim og það voru samtök hér. Ég tek það allavega fram að þau samtök hafa breytt litnum núna í fyrsta skipti ákveða að vera með marglitan eða einstakt apríl, ég man ekki alveg hvað það heitir, en núna öll síðustu ár hafa þau verið með bláan apríl og ekkert hlustað á raddir hvorki einhverju samtökuna en neira annara það að þetta sé ekki rétt. Og þetta hefur verið svona barátta síðustu ár gegn þessu að einhverju vilja ekki bláa litin. Við notum óendanlega merkið sem merki fyrir einhverju og annarkvort þá gylt, rautt eða alls konar af því að stór hluti á okkur utan cis. Við erum svolítið mikið hinsegin. Pössum ekkert í það box frekar en öll hinn boxin. Þannig að þetta svona apríl á að vera einhverju mánuður en hann svolítið svona traumatizing fyrir rosalega marga einhverja. Það eiginlega flestir einhverjir sem vilja bara ekkert vera til í apríl þó þetta eigi að vera mánuðurinn okkar. Það svolítið skrítið. Þannig að þetta svona, það margt sem þarf að breytast. En við erum svona á leiðina og það hægt og rólega, mætti gerast hraðar. Já, ég held alltaf áfram að læra. En það líka fólk sem hefur alveg ítök og svona og peninga til þess að auglýsa og það náttúrulega bara lógískt að foreldrar sem að sjá þetta, já, þetta fyrir börn með einhverfu og blátt og eitthvað svona og svo kemur einhver bara, nei, þetta ekki rétt. Þá bara, já, jú, þetta rétt. Því að það svona leiðilegt að vita því að þú hafi kannski verið að styðja rangan aðila í mörg ár. Það svolítið erfitt að þurfa að viðurkenna fyrir sjálf sér að þú hafi verið að gera eitthvað sem að var ekki gott. Eins og ég meina, barnið mitt var sett í atferlisþjálfun, ég á alltaf eftir að hafa samviskubit út af því. En það samt betra að læra ef þú fær nýja þekkingu og breyta þá heldur en að vera fastur í að skaðlega hlutnum áfram og þú viti betur. Við heldum áfram að læra og breytum út frá því. Eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? Já, ég veit það ekki. Það var allavega auðvitað en ég held. Ég held að við höfum náð að koma inn á mjög margt og ég þakka kærlega fyrir, Dóra. Takk kærlega fyrir. Bara takk. Og við ætlum að kveðja hérna úr hinni Reykjavík í dag. Takk fyrir.